Augnlæknar skoða með smásjá augnbotnana og sérstaklega sjóntaugina. Þessi maður kom til mín og hafði orðið var við það að sjón hafði versnað nokkuð undanfarið og taldi hann kynna þurfa ný gleraugu. Þegar ég horfi hins vegar á sjóntauginni gegnum smásjána mína hér, þá sé ég strax þennan hvíta stóra flekk í sjóntauginni hérna, sem þýðir að frumurnar hér eru dauðar. Og þessar frumur, þær endurnýjast ekki og þær verða ekki aftur til lífsins vaktar. Þannig að hann með langt gengna gláku. Ég geri síðan tölvusjónsvið og þá sjáum við að hann ætti að sjá allt þetta svæði hér. En það sem svart fyrir neðan, meir en helmingur á sjónsviðinu, farinn. Og sá hluti kemur aldrei aftur tilbaka. Þannig að það sem við gerum að við byrjum meðferð og meðferðin hún gengur út á það að hindra frekari versnun og sjón. Og þess vegna svo mikilvægt að þetta fólk komi snemma til okkar svo við getum hindrað frekari skada. Meðferðin felst fyrst og fremst í augndropum sem oft duga en ef við þurfum eitthvað meira þá getum við beitt leysitækjum og einnig skurðaðgerðum sem við gerum líka oft. Horfur eru nokkuð góðar ef við náum sjúklingunum snemma en fyrir rúmlega 60 árum var 50% allrar gláku á Íslandi, allar blind á Íslandi vegna gláku einnar og það var hæstu glákublind í allri Evrópu. En í dag það 5% og lægst í allri Evrópu. Þannig að okkur hefur gengið mjög vel að meðhöndla gláku í raun og veru með reglulegu eftirliti og samstilltu átaki augnlækna og sjúklingana því að þeir þurfa að sinna meðferðinni alla ævi. Ég hef verið að vinna að rannsóknum þar sem við erum að leita að erfðaþáttum með íslenskri erfðagreiningu í nær 15 ár og okkur hefur orðið talsvert ágengt. Hvers vegna hef ég verið að því? Ég hef verið að vonast til þess og við öll að við myndum finna aðferði til að greina sjúkdóminn fyrr, jafnvel áður en hann virkilega byrjaður, þannig að við getum meðhöndlað hann fyrr og takmarkað mjög skaðann. Við höfum verið að vona að við myndum skilja sjúkdóminn betur og þannig geta kannski þróað ný lyf sem væru ennþá öflugri en það sem við erum með í dag. Og í þriðja lagi þá höfum við verið að vona að til lengri tíma litið gætum við kannski fundið aðferðir til að hindra þennan sjúkdóm alveg. Hluturinn sá að þó að það séu tiltölulega fáir í dag sem eru blindir vegna gláku, þá blinda vegna gláku verri en af mjög mörgum öðrum augnsjúkdómum.